Gott kvöld, sælverið, Ívar hérna af flugsmiðinni. Í kvöld ætlum við að nýta flugu úr smiðju Kristjáns Gíslasonar. Þetta fluga sem að nú eina af hans svona kannski þekktari en samt mætti sjást oftar í bóksum hjá veiðimönnum. Þetta flugan Skröggur og í Skrögg þá notum við sem sé 8.0 svartan Uni tvinna, byrjum á honum og í sem sé skottið á flugunni, það kemur broddur á hana og svo skott og í broddin erum við að nota ávalt silfur hérna, Uni og svo kemur skottið þar á eftir og svo kemur vöf yfir búkinn, þannig við þurfum að búa til brodd á hana og svo kemur vöfin hérna á eftir. Kemur þetta svona svona 3-4 snúninga í rassinn á henni til þess að hérna já, það er bara svona til þess að búa til broddin fer þetta svona kemur þetta sem sé svona og það verður ekkert fyrir neinum en svo þurfum við í sem sé þurfum við meira silfri í búkinn á henni sem er þá vöfin á flugunni sjálfur, það er bara sama tegund af silfri og sama stærð. Krókurinn sem við notum í þessa flugu er Arex 8 sem sé standard doppel. Skemmtilegi krókar og eins og allir krókar þurfa að vera flugbeittir. Það skiptir gríðarlega miklu máli og þið svona sjáu það þegar þið farið að hnýta og svona spá aðeins í hlutunum og þegar fiskurinn er farin í granna töku þá sjáu þið það hverju máli skiptir að vera með flugu sem að með beittum krók. Í skottið á henni þá eru að nota svona venjart sem sé short tackle fjöður og við tökum af henni bara svona fanir hérna sem sé af hliðunum á þeim. Þær koma í skottið á flugunni og það sýnist mér að vera alveg ástæðilega að taka eins meira en þetta. Þannig að það sjáist svolítið vel. Þetta er einhvern veginn þá svona. Svo er þetta bara nýtt hérna á hana. Svona. Það má klippa þetta hérna í burtu. Þetta, það er að segja. Þetta sem stendur hérna út fyrir. Svo í búkinn á þessari flugu þá stendur bara einfaldlega svört ull og ég ætla að leyfa mér að nota árórugarn í búkinn á henni. Af þeirri einföldu ástæðu hversu sterkt árórugarn er og þægilegt er að vinna með það. Árórugarn þekki allir, það fæst örugglega einhverjum flugubúðum og svo bara hann er það búðum. Ýmislegt með árórugarninu hefur við væsinn. Trimum við þetta í burtu hérna. Og svona. Það er alltaf gaman að þessum íslensku flugum, þessum laxaflugum og silungaflugum og viðbrögðin sem rásin hefur fengið út á við eru mjög góð og í rauninni satt að segja bara alveg langt umfram því sem ég þurfti að vona sjálfur nokkuð tíman. En við nýtum öll þessi vídeo líka á ensku og þetta er að fá mikla athygli hinum með þessu löndum. Og rásin er alveg, það er að fá mikið áhorf frá Bandaríkjunum og Bretlandi líka sem er alveg
frábæra fréttir vegna þess að tilgangurinn með þessari rás var meðal annars þessi að miðla þessum íslensku flugum sem að er eftir íslenska höfunda. Það er að miðla þeim hérna út fyrir landsteinana og sýna svona fólki og mönnum sem er að veiða lax annars staðar í heiminum og veiða silung hvernig flugur við erum að nota hérna på Íslandi. Þá er vöfin komin á. Hún er ávölu uni sem sé óval uni silfri í medium og þá er eina sem er eftir að koma fluguna, þá er það bara í rauninni vængur og skegg og það er hvort tveggja úr sem sé svörtum íkorna og ég er að nota í þetta bara svona uni, ekki uni segja venjart íkorna, ekki nefnda svona gráan heldur bara svartan úr öðrum boka og þá að vera íkorni í skegg og þá að vera íkorni í væng. Við klippum þetta svona, tökum svo undirhárin hérna í burtu og svo mælum við skeggið á henni og þá er betra að snúa þessu bara við hérna á hvolf og það sýnist mér sko allt í lagi að skeggið nái hérna aðeins svolítið aftur úr og þá látum við það bara gera það. Þetta er allavega svona í bókinu og hún er nýtt af höfund í bókinu þannig að við erum ekki að brjóta neinar hérna reglur. Og lakk á íkornan hérna, frábært að vinna með hann þegar hann er lakkblautur. Ítu þessu hérna aftur á bak, svona, og það má í þessu tilfelli toga aðeins í skeggið á henni. Svona, þá er hann bara orðin eins og hún á að vera samkvæmt bók. Og þá má ég að taka þetta aðeins niður hérna. Svona. Akkurat svona. Og svo kemur vængurinn á hana hérna. Sem er úr sama svarta íkornanum. Borgar sig að klippa þetta alveg upp í rót líka. Taka undirhárin í burtu, svo mælum við vænginn og vængurinn er að ná svona, já, eitthvað neginn svona. Þannig að þetta beri við hérna skottið. Og við notum að sjálfsögðu aftur lakk hérna í þetta til þess að auðvelda leikinn. Ef það er að tala um það. Svo við lakkinn inn í þetta, klessis-lakkinn í allan hausinn og hún verður sterkari fyrir vikið flugan. Við sjáum hvernig þetta kemur út, þetta bara kemur mjög vel út. Og ef við skoða fluguna hérna, já, þetta er bara eins og ég vil hafa þetta og ég er sáttur við þetta. Þá bara búum við til haus á hana, ekki of stóran, við orðum fínn eins og hann er bara svona. Og þá er ekkert annað þetta að gera nema að skella hnútnum á hausinn. Falleg fluga hjá honum Kristjáni. Eitt hnút í viðbót og svo er það bara lökkun. Svona. Þá er flugan bara klár samkvæmt uppskrift og mynd í bókinni. En meðan við lökkum þetta þá langar við bara að koma á framfæri þökkum við fyrir viðtökuna á rásinni og biðja ykkur um að hérna setja like við vídeóið og deila rásinni jafnvel. Gerast áskrifendur. Þeim er endilega að gera það, það hjálpar okkur að stækka. Og þeim er gjarnan eða vitið af einhverjum svona veiðimönnum eða flugunýtarum, ungum, sem er að byrja á stíða sín fyrstu skref í hnýtingum, þá er alveg að gera benda þeim á rásina. Það kostar ekkert og er fín kennsla fyrir byrjendur sem lengra komna. En þangað til í næsta vídeói, þá þakka ég ykkur bara kærlega fyrir áhorfið og við sjáum sér hress og gott.